Eitt af þeim API-um sem við notum svolítið í Node.js File System API-ið, en það leyfir okkur að lesa og tala og eiga við skráarkerfið og það gert í gegnum FS-pakkan eða módulinn og þar getum við bara gert það sem við þurfum til þess að vinna með skráarkerfið, hvort sem það eru möppur eða skrár og þar öllum gögnum skilað í buffer sem binary gögnum sem við þurfum þá að túlka í strengi og við getum í grunninn gert þetta lesiskrá með fs read file sem tekur þá inn skrána sem við ætlum að lesa, encodunarinn á henni, UTF-8 í flestum tilfellum og svo callback-fallið sem á að vinna með gögnin úr henni. Síðan getum við skrifað aftur niður og þá það saman nema þá við að skrifa niður í skrá eitthvað gögn og þá það gögn sem við erum með í einhverjar ákveðinni encodun og síðan callback-fallið eftir að þessi skrá hefur verið skrifið. Eins og við sáum í fyrirlestri atburðardrifna forritun í Node.js þá input-output að vinna með svona hluti hægara en að vinna á bara með að leggja saman 1+1 í forritun okkar. Þannig að við bíðum eftir þessum atburði og gefum upp þessi callback og þá getur event loopan séð það að við sem að gera eitthvað annað á meðan. Þannig að þegar við gerum þetta þá formið á þessum callback-föllum þannig að við köllum við sækjum FS-módulinn með command.js require síðan köllum við í fs.readfile þess að lesa data.txt við getum sleppt encodunni og þá fer hún á staðla encodun sem UTF-8 við fáum svo tilbaka callback við skilgreinum callback-fall sem fær tilbaka hvað gerist. Ef það kom upp einhver villa þá það í þessu R við getum kallað þetta hvað sem error, bla en fyrsta argumenti truthy ef það kom upp villa þannig að þá getum við séð kom upp villa annars gerum eitthvað og þá það í raun gögnin sem voru lesin upp þá í næsta argumenti og í einhverjum tilfellum fleiri argument sem að skilgreina þá einhverjar aðrar upplýsingar í öðrum tilfellum þar sem við verðum að gera svona asynchronous köll í einhverja API. En callbackin á þessu formi og eins og ég sagði R truthy ef upp kom villa, annars einhverjar niðurstöður í data. Og þarna það bara event loopan sem sér það að halda utan þetta bókhald fyrir okkur og það eina sem við þurfum að gera að gefa þetta callback sem verður kallað í þegar að gögnin eru tilbúin. Og þetta þýðir þá að við þurfum að hugsa ólínulega flæðið í forritunum okkar. Í línulegu flæði þá getum við hugsað þetta að við erum með einhverja breytu sem við ætlum að setja í gegnum eitthvað kall í eitthvað fall. Við köllum í fallið og við skrifum út einn. Þannig að við förum skilgreinum breytuna, hún verður undefined. Skilgreinum fallið sem getur hvað sem verið fyrir ofan eða neðan. Síðan köllum við í fallið og það breytir globally hlutnum breytunni sem kannski yfir höfuð ekki góð svo sem allt í lagi en endum með það að það búið að setja þessi breytuna sem einn þegar við komum í næstu skipun þannig að skipun sem kallar þessi setur breytuna, skrifar út keyrir svona tiltölulega línulega en ef við ætlum að lesa línulega úr skjali og setjum í callback í okkar til þess að lesa og skrifa inn í breytun okkar þá munum við lendi því að við segjum náum í pakkan, skilgreinum breytuna sem undefined, fallið hér, köllum í fallið og hér sett aðgerð á event loopuna sem þá að keyra og lesa úr þessari skrá en við erum ekki ennþá búin að keyra það þannig að við höldum áfram og við keyrum forritið okkar og loggum út num en num ennþá undefined því að þessi kóði hefur ekki ennþá keyrt því að við erum ekki ennþá búin að klára að keyra forritið okkar og leyfa þá event loopuna að taka við þannig að þegar þetta klárast þá tekur event loopan við keyrir þessi aðgerð sem að skrifa lesa úr skjalinu keyrir callback í okkar sem setur num en ekkert annað gert, ekkert annað skilgreind í forritinu okkar þannig að þá mun forritið hætta og num mun vera skilgreind sem einn rétt áður en að forritið okkar bara hreinlega hætti keyslu en þannig að þetta gerir ekki það sem við myndum jafnvel halda í fyrstu
að þetta myndi logga út 1, af því það sem þarf að gerast er að það gerist inn í callbackinu. Og þá getum við breytt þessu þannig að við getum tekið við callback-falli í fallinu sem við erum að skilgreina, eða við getum loggað út hér hvað gerist, en hérna getum við nýtt okkur í raun svipa hugsun sem er þetta að nota þessi callback og búa til callback-fall í okkar forritum, og þá sendum við inn þegar það er búið að skilgreina og sækja þetta. Og hérna er alltaf ekkert að hugsa hvað gerist ef það er eitthvað vill sem kemur upp. Við bara einfaldlega treystum því að þessi skrá sér til og hún skrifi innihald tölu sem er hægt að lesa upp. Og þá keyrum við, köllum við í set keyrir, setur þetta hér á event loopuna, forritið okkar klárast hérna að keyra niður þessa hérna. Þegar event loopun kemur, les upp skrána, fær hún callbackið, keyrir callbackið, allt verður góður, gerum það fyrir því, hún fær gögnin og þetta skjal inniheldur töluna 1, les það, tekur gögnin, parsintar það yfir í tölu, setur það sem nafn, kallar svo í callbackið. Callbackið er þá aftur eitthvað sem við skilgreinum hér sem fall, sem skrifar út niðurstöðuna í konsolið. Þannig hérna fyrir við erum niður, keyrum, kallum svo hérna í set fallið, sem setur eitthvað hér, sem setur eitthvað á event loopuna. Event loopan keyrir forritið, event loopan kallar í callbackið okkar, sem kallar í callbackið sem við skilgrindum hér, sem síðan skrifar út. Þannig að þetta fer fram og tilbaka og er svona ólínulegt. En ef við prófum að keyra þetta, þá erum við hérna með þessar skrár. Við keyrum hérna fs1 og þá sjáum við lesum skrifum út 1. Ef við keyrum fs2, þá fáum við undefined, sem er þá þetta hérna dæmi. Og ef við setjum hérna inn breakpoint og við fyrir í run og við segjum start debugging og við segjum Node.js, þá fáum við hérna undefined sem skrifaðist út. En nú fyrir við hérna og við fáum reyndar none hérna, af því að það vil svo til að ég glemdi að spúa til textaskrána sem á að innihalda þetta. Þannig að þá fengum við einfallega undefined frá því að kalla í read-file. Þannig að við lögum það með því að búa til hérna num.txt, kallum við þetta, run and debug, förum hérna, ítum á step yfir, fáum 10, sem er þá í raun gögnin hérna, og þá séum við í raun að gögnin eru buffer og þau eru hérna 49, 48 sem er þá, þetta er ASCII kóðin fyrir 1 og þetta er ASCII kóðin fyrir 0 og við kallum við parsint sem getur tekið þetta og skilar okkur tölunni 10. Síðan hérna að þá erum við með callback sem að keyrir, fyrir aftur í terminal hérna, keyrum node fs3, fáum 10 og ef við setjum hérna, við segjum run and debug í node, þá fáum við hérna num er 10, callbackið okkar er fall og þá getum við séð hérna í raun callstackin okkar og við förum inn, þetta kallaði í hérna callbackið okkar, skrifað á 10 og núna er klárast forritið okkar.